Jæja, nú komið að loka úrslitaleik Coca-Cola bikarsins 2022. Já. Káa Afturelding. Það var hörkuleik eða ekki, Heppi? Jú, já, þessi lið eru búin að spila úrslitaleiki áður. Fullt af unglingalandsliðsmönnum hér í báðum liðum. Spiluðu til dæmis leikinum í Íslandsmeistaratitilinn núna í sumar. Hvernig fór það? Það vann Káa. Þar hefur það. Það verður hörkuleikur, vafalítið. Ég er spenntur. Fáum allt sem við viljum fá í þennan leik. Við svona eins og oft áður, tökum bara eitt skref í einu. Já. Kynnumst leikunum svona þegar líður á leikinn og svoleiðis. Einhverjir eru nú að spila hérna sinn annan úrslitaleik í dag. Já, sjáum hann Aron og Úlfur markmaður og hann hérna Leo. Og mögulega einhver annar, ég veit ekki. Allavega þessi þrír svona sem ég man eftir sem stóð upp úr áðan eru ennþá með. Nú sýnist mér að Aron vera hérna að byrja inn á hjá Káa. Já. Það kemur ekkert á óvart. Það var algjörlega stórkostlegur í fyrri strákaleiknum. Sem hann byrjar hérna í hægri skyttunni hann Aron. Og svo ertu með Óskar byrjaði í markinu á Káa. Já, ertu með Dag í vinstri skyttunni og Já, Dagur Heimisson, og Magnús á miðjunni, Jens á línunni. Já, ég segi bara góð skemmtun. Já. Svo byssan var að fylgja í höllinni. Byrja í 5-1 vörn Afturelding. Já. Sigurðan í markinu. Vel varið. Frábærlega varið. Sigurjón. Öppu skot, vel varið. Já. Káa byrjar í svona lifandi 5-1 vörn með Aron hérna fyrir framann. Villi. Býtum við. Það er bara frí, bara að stoppa. Það er eitthvað að ræða málin bara við það hérna á línunni. Flott gegnum frá. Alveg við það. Varið. Óskar Þorrain, markmennir byrja sterkt. Já, þetta held ég sé bara rétt, sýndist það. Stígur út af. Aron Valur hérna miðjunni, Villi hérna skiptinu í Aftureldingu. Haukur kemur út úr horninu, leysir inn, reynir línusendingu, fiskan. Og varnarleikur.
Númer 17, Magnús Dag og Jónatansson. Jonna það ekki? Jú. Það eru Jonni og Heimir hérna með Syni sína, já. Meistarafsþjálfarnir. Sagði mér hérna einn KM-maður að þeir ekki tapað leik í 2 ár þessi drengir. Já. Vilja örugglega ekki byrja því í dag. Nei. Það er svona svolítið styrkt hérna í sókninni í byrjun. Hendur komin upp. Inn á línu. Smekklega línusendingarna aftur fyrir bak. Jens Bragi. Bergþórsson. Óskar Ver. Hann frábær hérna á línunni. Já. Jens Bragi, ég sé þennan dreng oft spila, hann mjög öflugur. Byrjar vel í markinu að káa, Óskar. Ekkert, þetta bara í lærið á varnarmannum. Haukur. Góð sending hérna yfir. Hann meiðir sig. Og Hugi Hermannsson. Þetta fljótt að gerast. Já. Mikill hraði í þessu. 2-1 KA. Brynjar hann satt eftir, mitti sig eitthvað hérna í hraðahlaupinu og þá voru fljótir að finna yfirtöluna. Já. Kippir í hann, þetta ekki ruðningur, þetta Já. Það svolítið háskálastundum þegar menn að tósa mennina með sér. Það árásakett hérna í afturhendingu, hver þetta? Númer 7 hérna. Stefán Magni. Og hættur að koma á þetta. Og varnarleikur. Þú þarft að vera heppinn. Já. Það bara þannig. Númer 34. Aron Valur. Það voru allir í húsinu held ég að bíða eftir þessu sem eru hérna meginn. Já. Það myndi snúa sér við. Sterk árás. Henni varrið. Flott markaslag. Mjög flott. Aron aftur. Vel spilað samt. Mjög flottur handbolti hérna. Við erum að fara að horfa á mjög skemmtilega leik. Vantar allan ekki flautið. Nei. Í húsið. Góð stemming í húsinu. Aron er svolítið öðruvísi hlutverki hérna með eldra liðinu. Já. Góð varnarleikur, hann er sjóðandi heitur í markinu á Sigurjón. Já. Klár í þetta. Við sjáum að hérna það er eiginlega Dagur sem er að taka svona flestar árásir. Já. Ekki slæmt að eiga þennan svona í pókahotninu hérna hægra megin. Já. Getur gert alls konar tricks þessi gæi. Það verðist allan ekki sitt í honum tapið hérna á síðustu sekúnduna á hann. Nei, hann hefur spilað hérna fyrir framann í vörðinni og bara... Og vel gert, vel varið. Mjög skemmtilega. Báðir þessi markmenn finnst mér alveg mjög flottir. Já, þeir eru að byrja vel.
Pússar hans í hann, þetta er hárrétt. Vel dæmt hjá Herði. Já. Ekki víti en það er klárlega eitthvað á þetta. Má hreiti. Við sjáum hérna. Það er hávaxinn hérna á línunni hjá þeim. Já, mjög. Það verður að geta nýtt hann betur. Varnarleikur, vil ég bara átta hérna. Já, hérna er bara kasta sér á hvern einasta bolta. Já, en ekki hvað, úrslitaleikur. Nákvæmlega. Mikið undir. Boltinn flýtur ágætlega hjá þeim hérna, þeir komast ekkert áleiðis. Hendinn. Já. Bara leikleysa. Leikleysa. Það er í verkefni fyrir Aftureldingu að finna veikleika á sig Káver. Það virkar mjög svona færanlegir og sterkir og góða markmann fyrir aftan. Góður á löpunum. Aron vel varið á Sigurjóni. Það er 4-3 fyrir Sigurjóni í vörðum skotum. Já. Þeir hafa fengið frágötum svolítið hérna Káa. Góð vörn í Aftureldingu, mjög góð varnarleikur. Verður eitthvað að róa menn niður. Já. Sterk árás hérna, gott mark. Fyrsta mark í leiknum. Þannig kastaði hann bara í hann, hann var klókur. Já, þetta var svolítið sérstakt moment. Smá komískt. Já, vil að segja það. Vel spilað. Vel gert. Vítakast. Já. Hann er í tegin. Haukur sækir vítakast. Sjá, startur hérna. Þetta er alveg á grensinu hins vegar. Já. Boltinn strangir á því þarna, það ekki? Já. Það er mjög nálægt þessu. Aron Valur, sitt annar mark. Vel að staða þessi leikur uppi. Já. Þetta er vel spilað, gott skot. Magnús Dagur, glæsilegt skot. Já. Klófið á Sigurjóni. Býtu hvað eru svakalega læti þetta. Það var meitt sig aðeins. Já, hann hérna Jens Bragi. Alveg brjálaður. Það er ekki högg á andlitið eða eitthvað. Náðu að sjá þetta eitthvað aftur eða? Náðu þessu bjarkið? Örugglega ekki. Það er leikurinn kominn af stað. Hann er búinn að jafna sig, hann er heldur öðru framann. Já. Þeir eru opna alveg fyrir hornið. Já. Já, Villi. Viljum og Karl Sigmarsson.
Hopp. Þetta er mikil átök hérna, hann kemur á þetta. Já, þú sterkar og þungar árásir. Ekki ósvipað og Happans var hitt í þeim. Já. Mikilvægt sterkur á fótunum. Það leysir upp í horninu. Aron, Magnús, Dagur. Wow, flott sending maður. Glæsilega skotið. Já. Stefán. Hopp og því. Ég vil að fá ruðning á þetta, ég skil það ágætlega bara. Hörðu biður vinnufrið. Já. Engin dómar, engin leikur. Dagur. Aron, Magnús. Það er ekkert að gera sitt í sókninni. Mjög góð vörn í Aftureldingu, þannig að samanskapið er ekkert í gangi hérna hjá KA. Nei, þetta er svolítið mikið hnoð. Já. Aftur þessi svakalega sending maður. Vítakast. Já. Það var neklaus í netið en þetta er svolítið på von og óvon þessar sendingar hérna á línum. Þetta er svaka tiltrið sko en það munum lengu að þetta sé Tapar bolti. Já. Vörðinu Aftureldingu er alveg fín. Svolítið síðan sigurinn hefur varið. Þetta var skrítið moment, ekki dæmt allavega. Keyra á þetta, spila yfir. Já, vel spilað, galopna hérna á hornið. Já. Heiðar Örn Björgvinsson, sitt fyrsta mark, þetta var vel stemplað hjá þeim. Góð vörn. Haukur. Hugi Elmarsson. Afturvíkleg leikir. KA kom með algjör yfirhönd þessum leik. Það byrjaði ágætlega í Aftureldingu en svona aðeins að fjara undan þessu. Já. Hvað heldur þið breyti hérna Afturelding? Ég veit það ekki. Það þurfa ekkert að breyta vörðinu finnst mér, vörðinu er fín. Nei. Það ná að tengja saman fleiri góða sóknir. Já. Fá aðeins svona sterkari kannski og þyngri árásir einhvern veginn. Já. Það var kannski ekki sömu einstaklingsgæði og KA. Já. En það var lítið til þess að ná að finna hann á línunni. Já. Daniel Bæring.
Já. Það er frábær stemning í höllinni. Já, vel mætt sem fyrr. Fullt af fólki komið í sauðnudagspildur úr kjúklingabænum. Komur inn í hægri skyttuna. Hann Jökull. Jökull. Haukur á miðjuna. Og Harry kom hérna vinstra megin. Já. Byrjar ekkert sérstaklega. Missa í boltan. Taka á réttu stað. Sóknarleikurinn í afturrætingu er svolítið að fella á. Já. Staðan er. Magnús, Aron, ekkert dæmt, það er ekkert átta. Jökull, frábær vörn. Það er 17 mínútur liðnar, 9-5, það er ekki mikið að skora 5 mörk á 17 mínútum. Samanskapi frábær vörn hjá KM-unum. Hann er ekki þurft að verja mikið þannig séð í markinu. Nei, hann er með 3 bolta. Já, hann 5 fengið á sig sem er ágætt prósenta. Komar á þetta, Dagur og Magnús, Aron. Það er svolítið stíft að vera með réttindan hérna hægra megin. Þó þetta sé svona frábær leikmaður eins og Aron. Þetta er 2 mínútur. Alveg pjúra 2 mínútur. Það er aftan í þetta sendir, þetta er kannski ekki tímur að senda rétta mann út af. Já. Ég hefði haldið að hann væri hérna Aron sem að þetta fá brottur núna. Þetta fór svona, Jökull fyrir pásuna. Já. Gert, hann er rosalega öflugur. Dagur Árni Heimisson, svakalega öflugur strákur. Já. Ekki langt að segja hæfileikana. Nei. Mamma hans frábær handboltamaður. Já. Jæja, hvernig gengur afturhaldingur núna? Þeir hafa alltaf fundið færi núna bara út í tíma, sko. Já. Núna hrósa KM-unum, þetta er mjög flott vörn hjá þeim. Já. Myndi að vera í marki og það var ekkert að gera. Þetta er náttúrulega alls ekki gott færi sem þeir að fá þarna. Nei. Þurfti ekki einu svona að verja þannig. Það er Runingur. Já, hann klíðraði líka. Vel gert þarna varnarlega. Nú er staðan að vera sterk hérna. Já, Aron hefði getað bara farið hérna í gegn á hann. Já, og losað hornið sko. Já. Þeir keyra þetta rosalega mikið á degi. Já. Hann tekur mikið ákvörðunum. Það var hann Aron góður hérna varnarlega fyrir fram á. Hann er alltaf svona að trufla á. Sterkur maður á mann. Jökull aftur inn á, Óskar Ver.
rétt svona að hirða þennan. Já, vörnin dró nú mesta kraft úr þessu. Fimm mínútur eftir að fyrri hálfleik, 10-5. Þá á leikli eftir í fyrri. Leista þetta inn á hægri skiptunni, Magnús kemur á þetta og skora. Með þess að eiga KM-menn, það eru allir útileikmennir hjá þeim búin að skora sem eru búin að spila. Já, þetta er bara mjög öflug liðsheild, maður sér það bara. Ríkalega vel skipulagið bara, finnst mér. Það finnst svona, það er bara svakalegt ströggl á afturhaldingu, þeir finna bara ekkert, sko. Nei. Jökull inn, Aron kemur á. Já, opna hornið, vera hann þetta. Ég held hann að það var þetta, ég sá það ekki alveg. Jú, við skráum þetta bara á hann. Við erum vinir markvarðarna. Ég er markvarðar samfélaginu. Já. Setur Óskar í 50% markvarslu. Magnús, vel spilað. Já, góð færsla. Skafur á þetta. Vel spilað, óeigingjarnt. Það vandar hérna til örfenda KM-mönnum bara svona í þessum flokkum. Það er frábæra flokka en ekki mikið af vinstrihanda fólki. Nei. Já, heppinn að fara ekki 2 mínútur þarna. Þeir virðist fara í andlitið á honum. Það hefði alveg getað verið 2 mínútur hérna á Aron. Hvað dæmir hann? Auðning eða? Nú veit ég ekki hvað Börk var að dæma. Ég veit ekki. Dagur, gott, vel varið í vörninni þarna. Hraðarplöf, þeir eru eiginlega að nýta sér hraðarplöfin afturhending. Ekki er sóknarleikurinn að gera mikið fyrir þá. Sjáum hérna hvað Þetta eru helst að ná að minnka þetta eitthvað hérna fyrir leikliða. Já, fyrir aftan í hann. Hörður sýnir heimi svona bendingarnar. Það gerðist þetta. Afturhalding þarf að finna gott færi og mark núna. Það er það út hálfleikinn einu fleiri. Og inn í vinstra horninu mjög þröngu færi. Snögg ákvörðun að fara inn á þessu færi einu fleiri, finnst mér. Leita aðeins betra en frábæla var í Óskari. Já. Vítakast, vel gert hjá Magnúsi og 2 mínútur. Þeir eru með helja tök á þessu leik. Já. Það verður bara
að segjast alveg svo er. Dagur. Sitt 4. mark. Þeir eru svo góður í vörn hérna líka. Alveg frábæri varnarlega hérna Dagur og Magnús. Afturrætting. Það er kallað 5-5, þeir kasta boltanum út af. Káa getur farið með þetta í 13-5 hérna fyrir hlýða. Það er einfallega munur sem verður erfitt að brúa. Þeir taka markmann út af. Já, spila 6-5. Oftast ekki eftir handbolta. Flókir, sækja eitt fríkast. Og svo gera þeir þetta betur núna sennilega. Já, ég var að vona að þetta yrði aðeins jafnara þetta. Já. Svona byrjaði ágætlega, svo hefur þetta bara verið einn káamann þessi leikur. Þeir hafa bara verið í þvílíku vesinni með að skora. Já, afturrætting er alveg að standa ágætis varnarleik. Það er ekkert að því, sko. Í þessum flokki 12 mörk á sig og einum hálfleik er ekkert. Já, nei. Ekki þannig, sko. Jæja, kemur að síðasta sóknin. Þeir fara ekki í hérna að draga frá. Dagur yfir 2-1 á risastóru svæði. Þetta er ekki réttur dómur. Nei. Þetta var frábær vörn. Já. Frábær varnarleikur, ekki inn í vítateig og fer bara í hendina á honum. Afturrætting þurfti ekki að þessu dómi halda. Nei. Svo þetta er bara aldrei vítakast. Aldrei, sko. Ég þurfti enga endursýningu til að sjá það. Dagur skorar, 13-5. Við hendum okkur bara í pásu þetta. Já.
Jæja, þá voru þetta góðir. Arfi mættir. Það voru það síðustu 25 minúturnar af þessari Coca-Cola viku á Ásvöllum. Já. Gríðarlega samfærandi framistæði á KF fyrri hálfleik, 13-5. Já. Nú þarf eitthvað að breytast í afturhaldingu og það þarf að gera strax. Ná að bara byrja þetta nákvæmlega eins, eðlilega, ekki til að breyta neinu. Mér sýnist líka afturhalding byrjar eins og byrjaði leikinn, nema hann Aron er náttúrulega bara með 2 mínútum. Já. Byrja góð marki. Einu fleiri KF. Spilið við 2-1. Nei, takk ekki færið. Blokkering. Nei. Hendin er komin upp. Gott skot þarna. Vel spilað. Já. Já, núna er komin hérna 2 mörk á 1:20, þannig að það er kannski eitthvað að vakna í sókninni. Já. En þá þurfa þeir að fá stoppinn hérna í vörninni afturhaldingismenn. Sjáum að þeir eru komin í 6-0. Æ, þetta svo niður. Dauða frýr þetta. Þetta er ekki til útflutnings þessi varnarleikur. Nei. Kast. Stefán. Já, vel gert. Já, vel gert. Svo þeir eru komin bara ennþá framar, 3-3. Já. Hreyfa sjáumbolta, pressa á niður. Dagur. Aftan í. Á 2 mínútur. Ég hef nú haldið að væri Vilhjálmur. Fríkast. Þetta er fyrir utan, já. Villi sem fyrir út af. Kámen vill hafa vítakast. Eða hvað? Jó, það er Aron. Fá sína aðra. Þeir eru í yfirtölu KF-mennir. Hornamenn ekkert mikið að taka færi sín. Já. Þeir eru rúmlega skynsamir í hornunum. Yfirtalan komin.
Já, Jens. Vel stúta. Það er frábær línumaður. Já. Það er alveg stikkist. Já. Flott týpa líka strákur. Það var Villi. Já. Glæsilegt skot. Þurfum að fara að fá mörk frá fleirum. Já. Nú gengur ágætlega sókninni á Aftureldingu. Já. Það er ekki vörðina þess að... Það er svona öfugt við fyrri hálfleikinn hjá þeim. Það er einu færri núna. Já, fyrir inn hérna Vel varið. Varnarleikur. Auðskref. Já, þetta er hérna. Ég held að Afturelding eigi þennan bolta. Nei, Nei. þeir sjá það ekki. Þetta... Nú get ég bara ekki séð þetta. Já, vel spilað. Enn og aftur er Dagur að finna Jens inn á línu. Hann er að spila frábærlega þetta setjum. Já. Þessi Jökullinn, tapaði bolti. Aron. Átján 9. Það er ekki búið fyrir hann að búið, þetta er mjög erfitt fyrir Aftureldingu, það er okkur ljóst. Já. Vel varið. Það verður rólegt hjá Óskari samt svona. Svona þannig séð skilur það. Já. Kemur ekki mikið á markið. Stefán. Frábær varnarleikur. Dauða frýr hérna frammi. Gegn. Mark. Hugi Helmarsson, þessi þriðja. 19-9. Vel gert. Við spila. Vel varið á Sigurjóni. Þeir eru að spila mikið hérna, Hollamaður kemur hérna. Það er lögðan kerfi. Skot. Aftur hérna framalega. Mjög framalega. Bara tappaði bolti. Hraðablöf.
smá líf í þessu núna. Já. Þetta samt 7 mörk. Þetta annarkorti eða. Þeir nota bara Jens hérna sem svona batta. Þeir verða svo boltalausir, ég held að þetta sé alveg verið erfitt að stoppa þetta. Auðvitað slagskot framhjá. Skrítið að Afturelding fór ekki beint bara í þessi taktík sem við búið að vera að gefa það mörg. Þeir var þessi boltalaust, Magnús. Vel spilað. Já. Stefán búinn að vera sprækur hérna í... Já. Og þetta er bara búið að vera meira að skora hérna í seinni hálfleik. Þetta er alltaf að springa einhvern veginn. Þú sést þetta að horfa á þetta. Þeir komið bara hérna út á miðju. Þú sér að sést alltaf í teginn hérna í útsendingunni. Já. Þeir vinna boltan. Þeir ætla ekkert að nýta sér þetta. Já, núna. Þannig kemur það loksins. Nei. Það ætla að gefa miklu fyrir boltan. Já. Nei. Nú var út af. Ei. Það búinn að vera kostulega mínútur bara hérna hjá honum Jens. Satt eftir hérna í sókninni. Rendi sér svo hérna út í bekki og svo tósar hann í hann. Þetta sé bara ágætt fyrir hann að fá tekið með bólnum og það komið tíma á það. Já. Vel spilað. Brynjar búi og setja annað markið seinni. Já. Gáa einu færri núna, þeir koma ennþá herra hérna út á völlin. Þeir elta bara út allan völl. Ég hef alveg pínu gaman á þessari kynntingu. Endin er kominn. Góð vörn. Það er mjaka sér inn í leikinn, fá mark núna, aðeins svona, minnka pressuna. Sjáum að Stebbi komið með timeout-spjaldi í hönd. Þetta er ekki gott skot, vel varðið. Ekki færi sem vil taka einum fleiri. 8 boltavarðir í Óskari. Ég er með nú aðeins fleiri. Það voru hann nokkri sem hann varði í. Vörnin tók mestan kraft úr. Lendi saman brasinu áðan á móti Haukunum. Já. Það var með mér. Áfram. Timeout. Tekur tjep.
Búi komið sterkur inn í Aftureldingu og 3 mörk hérna. Já, það er bara báðir örfstrákanir hérna. Já. Það er ekki bara svolítið sterkt að koma honum hérna Aroni inn í boltan. Jú. Það bara hann miðjun og láta hann hlaupa menn aðeins af sér þarna. Já. Jafnvel að láta bara hornamennina koma hérna eitthvað svona út fyrir svona löfvendæmi. Ég veit að þótt að sé löng hreyfing þá... Þetta er bara sendingarleikur en ekki handbolti. Já. Ógna bara, þetta er bara hárrétt. Þeir dribla bara tilbaka hérna. Það er bara vel gert hjá Aftureldingu. Það er bara kredit á það. K.A. myndi taka leikli og þetta er fyrsta sókn eftir leikli. Já. Ekki sérstætt. Þeir verða að halda áfram bara að sækja mark í K.A. Þeir geta ekki að fara að ógna upp í stúku. Geta ekki fara að verja þetta strax. Nei. Nú er það sóknin. Já, þeir verða að láta sóknina fylgja vörninni. Já. Vel gert. Já. Ábæðilega gert hjá Hauki. Bróður hans Rannars. Það eru 7-6. Það eru 7-6, já. Haukur. 10 mínútur eftir. 6 mörk. Willi, glæsilega gert. William og Karl þetta með nokkur frábær mörk í þessu leik. Já, þeir spila bara 7-6. Reyna að þrýsta þeim neðar. Já, þetta er bara svo gert þér í meistaralokki þessar aðstæður. Já. Já, framhjá. Enginn í markinu. Nei, bara klókir. Það megum alveg drífa sem þessu völlin eitthvað svo. Já. 5 mörk getur farið niður í 4 núna Heppi. Það er nú bara strax orðið leikur. Mikilvæg sókn. Nóg eftir. Mikilvæg sókn. Spila áfram hérna. Sjö. Já, gegn. Víti. Það er allt annað að sjá þetta í Aftureldingu. Já. Þetta er svona orðið aðeins. Orðið aðeins ekki eins stýrt. Nei. Já. Áfram halda þeir í 7-6.
losna hornið og mark. Vel spilað. Heiðmar, númer 2. Úr hægra horninu. Heiðmar Örn. Ámennir 7,5 mínútur frá þessum titli. Þetta ekki góð sending. Aron. Hann dæmdi ruðninginn. Ég held að það sé rétt. Sjáum þetta hér. 2 mínútur fyrir Kjaft. 2 mínútur fyrir Kjaft. Hörður var allan alveg viss á sinni sök. Stort moment. Ef Afturelding nýtir sér það að segja. Já, nær að losa hann í hornið. Jökull. Herðu, 4 mörk, einu fleiri og þeir geta ekki að fara í 7 og 6. Þannig að þetta getur orðið ævintýralegt. Þeir taka sann markmanninn út af. Já. Það var hann dauð á frýrinn á línu, ákvað að senda hann ekki. Svo spurningin hvort það sé komið í hausinn á KM-unum núna, hvort það sé að vera að tapa þessu aftur niður. Nei. Frígrip. Þetta er eiginlega ótrúlegu vissnúningur. Hvað gera þeir? Þeir ætla að sækja á þetta bara. Lítið að kast. Já, hvað gerist? Já. Þetta er komið í 3 mörk. Já, og þeir eru ennþá einu færri. Ámennir eru svolítið að bíða eftir því bara svona... Kom ykkur að brjóta á þeim, sko. Já, eða bara svona að hann klári þetta hérna hann dagur, sko. Sem hann er reyndar að gera bara. Íti. Góð finta hjá honum. Hauki getur ekki spilað á móti honum þarna í Kristinn. Þetta sé ómikið líkamlegur, hann getur minna á þeim, sko. Framhjá! Hann brennir því, heldur spennunni. Við erum að fá leik hérna, Herbertingi. Það lítur bara allt út fyrir það. Þessi sókn núna, þetta er bara með því 2 mörk. Villi bendur á hausinn, segir mönnum að halda fókus. Aron kemur út úr hóttunni í þetta taktík. Villi fyrir upp. Já. Fyrir til nærútið. Ég skipta markmanni hjá verið steppi. Já. Þeir fara að gera það. Hann er bara að gera það. Þeir fara í 7 og 6 aftur. Þetta er komið í 2 mörk, Jóhann. Já, markið er tómt. Það er allt undir. Bikarinn á borðinu. Dagur, Magnús er á þetta. Tekið fast á honum. Þeir eru klókir hérna, Magnús og Dagur. Dagur er samt við að vera bara passífur þess með stundum. Það tekur svolítið langan tíma allt saman. Nú kom maður að taka Dag hátt þegar Magnús er hérna. Góð vörn. Frábær varnarleikur. Herðu, Jesús minn almáttugur.
Það ekki. Ég var búinn að afgreiða þennan leik hérna fyrir einhverjum 10 mínútum síðan. Já, ég er sammálaður. Þvílíkur kafli, þetta er djöfullur afsakið orðbragðið. Það var rosalega að hafa góðan leik hérna. Já. Hrós og afturrætingu fyrir að koma þessi leik. Já. Aftur. Stefán, sjáðu. þetta sé glæsileg gegn. Býttu nú við. Ha? Það dæmir ruðning. Það dæmir ruðning. Fintar. Það er rosalega strangur dómur maður. Þetta á þessu mómenti líka. Hornamaðurinn bara, hvað segja, strauja á hann. Ná í boltan, já, hann stoppar tíma strax. Þetta er líka, bara alveg að mörkunum að vera það ruðningu líka. Já. Vel varið. Hámenn vilja fá fríkast. Röng skipting. Röng skipting. Já. Hámenn er algjörlega ósammála. Herðu, þetta er á Jesús minn almáttugur. Og markmaðurinn. Óskar. Óskar þarf að fara aftur í markið. Úlfar fær 2 mínútur. Það er einfaldlega mikið fyrir yngra á strákanum að káa að fara að missa aftur svona leik. Sjáum til, en við erum að fá geggjað sjónvarp. Já. Við erum bara að passa á það. Frábær seinni hálfleikur í Aftureldingu. Haukur, Stefán. Já. 5 mörk. Ég er bara hægri vængurinn í Aftureldingu búinn að frábær hérna í sambandi. Og Villi líka búinn að koma með frábær mörk hérna hinum meginn. Bara góð leikur. Sjáðu, hvað eru komnir framalega. Þeir pressa bara hérna allan völl. Núna sleppur hann. 2 mínútur. 2 mínútur. Já, þetta er rétt. Sjáum þetta hérna. Já, hárrétt. Dagurinn er að komast aðeins að stað með boltan svona hlaupandi, þá brunar í gegnum það. Mér finnst þeir líka bara að vera komnir eiginlega allt og framalega. Allt í lagi að maður sækja út, en kannski ekki að vera svona framalega, því að þá bara býður hættinu heim. Þeir eru ekkert hættir hérna. Þeir eru alltaf að berja upp alveg fram á síðustu sekundu. Káa þarf margt þess að losa þessa pressu. Já. Komum sér 2. Á 9. Það var algjörlega frábæra leikið þetta í dag. Sendin er kominn. Þetta er bara hárrétt, þetta er bara fríkast. Senda markmann við markið. Sjáum að... Já, býtum við. Bergvin ver þetta. Hvað er að dæma? Hann var bara búinn að flauta áður heldur. Það tóku þeir þetta of snemma. Já. Það voru ekki búinn að flauta. Já. Það fer inn, nei, fer ekki inn.
Frábær varnarleikur. Þetta alvöru. Þvílíkur leikur. Þetta ótrúlegt að þetta sé bara orðið leikur aftur. Já, hasar og spenna hérna. Þetta lítur að vera bara skot, nú ekki 6 sendingar reglabindið það eða hvað? Nei, ekki í yngri flokkum. Ég veit ekki hvort það sé þegar HC-dómarar eru. Ég veit ekki. Já. Bittu nú við. Það dæma bara boltan af þeim. Það heldur allir að það væri að reka. Það heldur allir að það væri að reka af lengra frá. Hendur bara boltan af þeim. Vá. Það er jafna leikur. Þetta er bara sama stað. Núna fáður Dag á sig á ferðinni. Nei, hann hægir. Já, hann klárar þetta. Jens er vel peppaður, hann ætlar bara ekkert að koma tilbaka þetta á fagnaðarlátunum. Já. Spyr maður sig afturrætting að byrja að spila með þessari orku bara þegar allt er komið í óefni, sko. Nákvæmlega. Þetta er ótrúlega sveiflur. Dagur búinn að draga vagn hérna fyrir KA-liðið. Já. Léttir fyrir það að koma inn í netið þetta. Þeir þurfa að skora strax. Það þurfa mark bara ekki setna núna. Óskar Ver, utanum við. Hvað er að gerast? Steppi eitthvað Hvað er hérna? Tala við Róbert frá HSI. Hvað er hérna? Hérna veit ég bara ekki hvað er í gangi. Og tíminn ekki í ganga hérna? Þeir eru eitthvað vesenast á klukkunni. Löguðu er að laga sekundurnar eitthvað. Það er að bíða eftir flautinu eða? Það er að kasta þessu frá sér. Hvað? Óskar varði þetta. Já, nei, hann tappaði bara boltanum. KA klárar þetta. Vel að þessu komnir. Óttum KA einilega til hamingju voru klála sterk aðal í leiknum en næstu því búin að kveikja í þessum leik í loka mínútunum. Já, við fengum alvöru leikið þetta. Það var gaman að lýsa þetta í dag. Virkilega gaman. Maður leiksins, hver heldurðu að þið veljið? Já, það er Dagur Heiðarsson. Já, ég hugsa það. Ég held að það sé alveg no-brainer. Já. Það segjum á góðri íslensku. Stjórna þessu. Já, bara atkvæða mikill og bara frábæri vörn líka. Já. Jens líka frábær á línunni. Já. Virkilega góður. En aftur því gáðs að tróskilið fyrir að gera þetta leik. Já, alveg geggjaður í seinni hálfleik. Já. En þeir eru bara að byrja aðeins fyrir að því að láti ekki munum verða svona stórum. Fengu færi hérna til þess að gera ennþá betur en þeir gátu jafna hérna, fengu hraðaflaupið. Þau kannski geta valið aðeins betra færi en Óskar hérna varði. Svo þeirra bolta hérna í blálokkin.
Já, ef við ekki bara kveðja Jóhann og leyfum þessari athöfn að sjá þig sjálfa. Verðlaunarhandtöku og sjá þig sjálfa. Já, takk í dag. Takk fyrir helgina og allt bara. Sömuleiðis, takk í dag. Og hann skoraði í dag 8 mörk, leikurinn 3.
Afturtíkunni frábærlega